dagskrárlið og leggjum fram fundargerð. Má bjóða okkur að koma upp og lesa upp ykkar bókun núna? Gjör svo vel. Með og gegn, hver er munurinn góður borgarfulltrúar. En hér kynni ég bókun okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna þessa liðarsölu perlunar. Afhendingaröryggi hitaveituna til borgarbúa er algert forgangsmál. Ríkir almannahagsmunir búa þar að baki. Það er með miklum ólíkindum að meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins skuli ásamt Vinstri grænum komi í veg fyrir að borgarfulltrúar og almenningur geti með viðhlítandi hætti kynnt sér mikilvæg gögn þess máls sem til afgreiðslu og varðar afhendingaröryggi. Á þessum fundi borgarráðs var tillaga borgarráðsfulltrúa á þessum fundi borgarstjórnar. Afsakið, þetta er setning sem má ekki vera inni. Sú leyndarhyggja sem borgarstjórnarmeirihlutin hefur að leiðarljósi með svo vafasömum vinnubrögðum vekur enn frekari spurningar málið, raunverulegan tilgang þess og forsendur. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa stutt sölu eigna Orkuveitunnar og studdu að Perlan yrði sett á frjálsum markaði en með skýrum ákvæðum nýting og skipulag. Meirihluti Samfylkingar, Bestaflokksins og Vinstri grænna vill kaupa Perluna Orkuveitu Reykjavíkur á 950 milljónir króna. Hafa ber í huga að Reykjavíkurborg á 93,5% í Orkuveitunni og því hér aðeins að ræða flutning fjár úr einum vasi í annan. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja þetta óverjandi aðgerð sem ekki tekur mið af fjárhagslegum hagsmunum Reykvíkinga. Perla var ekki byggð sem náttúruminjasafn og ábendingar hafa komið fram frá fagmönnum að ráðast þurfi í kostnaðarsamar framkvæmdir svo húsið henti til slíkra nota. Til dæmis skal efast að sú áætlun standist að einungis kosti 100 milljónir króna að smíða milliloft og fleira í þessu sérstæða húsi, en samkvæmt gögnum málsins er ljóst að allur kostnaður við breytingar á því lendir á Reykjavíkurborg. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir leigusamning Perlunar og þá fyrir við 5. dagskrárlið og leggjum fundargerð forsætisnefndar frá 14. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 6. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 7. og 13. mars og fundargerð velferðarráðs frá því 28. febrúar og 7. mars. Og þá er borgarfulltrúi Júlíus Sigurður Ingvarsson óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil aðeins minnast á eitt mál sem var til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði. Það er 13. mál fundargerðar frá 7. mars og það svona tengist kannski líka því sem verið var að fjalla 13. mars. Það er að segja framkvæmdir í gatnakerfi borgarinnar. Á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs voru settar 120 milljónir í götuþrengingar og í hraðahindranir. Í fyrra munar hefur verið kringum 100 milljónir. Og þetta er einhvern veginn svona læðist að manni sá grunnur að við séum að festast í einhverju fari, svona gamaldags fari, þar sem við ekki leita neinna nýrra leiða til þess að stýra umferðinni. Ég mun svona, eftir því sem ég er búinn að skoða þetta betur, mun ég flytja tillögu það að menn reyna að nálgast þetta með öðrum hætti, en ástæðan fyrir ég stend hér upp er kannski fyrst og fremst það að benda á það að samkvæmt þessum lið er mál hér sem afgreitt var í ágreiningi sem ég greiddi atkvæði í gegn. Það fóru sem 120 milljónir á síðasta fundi í hraðahindranir, það fóru 90 milljónir í þessari fundargerð sem hér er undir, bara í það að þrengja eina götu. Hún er 400 metra löng, við hana býr enginn. Við hana stendur Norræna húsið og gatan liggur frá Hringbraut og til Norræna húsins og það þarf að þrengja hana. Það hafa reyndar aldrei verið slys. Það var aldrei orðið slys á þessari götu og það var aldrei komið fram nein tilmæli frá þeim sem þessa götu fara að það sé ástæða til þess að þrengja hana og breyta henni með einhverjum hætti. Bara ekki neitt. En hins vegar þá þessi meirihluti lagt fram tillögu þess efnis að það væri ágætt að fara að þrengja þessa götu og laga þar aðstæður fyrir hjólandi. Að vísu hjóla þarna þeir sem eiga leiðum aðallega eftir gangstéttinni, en þeir aðrir sem hjóla og eru á leið niður í bæ eða frá miðborgin og upp í háskóla nota aðalega götu, göngustíg, sem mér minnir að sé gangi svona undir heitinu Alexanders stígur. Mér finnst þetta algjört bröður á peningum almannafé
Það eru engar rannsóknir sem að liggja að baki, það eru engar kannanir gerðar á umferðarhraða, meðaltalshraða, engar kannanir gerðar á umferðarþunga, bara rokið áfram og einhvern veginn var það nú svo ég upplýsi það hér, eftir því sem að mér fannst þetta fáránlegra virtist öðrum þykja það heldur skemmtilegra. Það er helst að kýla málið áfram úr því að það var komin einhver ágreiningur það. Hluti af þessu máli var sá að taka 350 bílastæði sem að austan við götuna, liggur meðfram götunni, á fótboltavelli sem að þar stóð áður og loka því. Gott og vel, það getur vel verið að það sé ástæða til að loka þessu bílastæði, það sé ekki heppilegur staður fyrir bílastæði, en þetta eru 350 bílar sem að þarna leggja, eða ökumenn sem þarna leggja bílum sínum á hverjum degi við Háskóla Íslands, starfsmenn og nemendur, og þá auðvitað spyr maður hvert eiga þá þessir bílar að fara. Hvar eiga þeir sem á bílunum koma að leggja? Er þetta svona enn ein aðferðin til að fá fólk til þess að koma hjólandi eða í strætó, að gera þeim hreinlega ómögulegt að leggja á svæði háskólans? Ég bara spyr. Þannig finnst mér ekki að menn eigi að vinna, menn eigi auðvitað að vinna að því að kalla eftir því að fólk hafi áhuga á umhverfisvænum samgöngum, en ekki að þvinga fólk til þess að hætta að nota bíla sína með þeim hætti sem að hér stefnt að og oft stefnt að í þeim framkvæmdum sem að staðið fyrir hér í Reykjavíkurborg. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið ræðu sinni. Óskar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson eftir að veita andsvar eða taka til máls? Veita andsvar? Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mitt ansvar ósköp einfaldlega það að benda á það að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson var einn þessa skoðun í umhverfis- og skipulagsráði, ef ég man rétt. Hans eigin flokksmenn voru ósammála honum, það er að segja ósammála honum þessa túlkun það að það var algjörlega tilgangslaust að breyta Sæmundargötu á þann hátt sem að til stendur. Hann kýs að tala það að það sé verið að þrengja götuna, við lítum svo á að það sé verið að víkka götuna til þess að fleiri geti komist hana, og það fylgdi því ákveðin bókun af hálfu rauninni allra nema hans að sjálfsögðu, og hún hljómar svona: Háskólasamfélagið hefur ítrekað, leyfi forseta, ítrekað lýst yfir vilja sínum til þess að umhverfisvænar ferðavenjur verði gerðar aðgengilegar og þægilegar. Með þessari mikilvægu framkvæmdir komið til móts við þær óskir. Sæmundargata liggur frá Hringbraut háskólasvæði sunnanvert fram hjá Norræna húsinu í jaðri Friðlandsins í Vatnsmýri. Hún gatnagata í gatnakerfi háskólans og mikilvægi hennar eykst enn þegar stúdentagarðar milli Sæmundargötu og Oddagötu verða teknir í notkun í haust. Leiðin frá stúdentagörðunum og fyrirhuguðum vísindagörðum sunnan stúdentagarðana niður í miðbæ liggur eftir Sæmundargötu, og því eðlilegt að sú leið sé gerð greið og örugg með vaxandi notkun, en stúdentar ekki látnir hrekjast upp á umferðareyjar í mikilli umferð eins og ástandið er nú. Engin ákvörðun liggur fyrir bílastæðamál. Samráð við stúdent og háskólasamfélagið tekur nú við, og full ástæða til að ætla að hagsmunir þeirra og borgarinnar fari saman að skapa vistvænt og gott háskólasamfélag í góðu borgarumhverfi. Fyrirhugaðar framkvæmdir á Sæmundargötu falla vel að því meginmarkmiði sem lýst í drögum að endurskoðuðu aðalskipulagi, að gera götur borgarinnar mannvænni og vistvænni. Þar með lýkur tilvitnun, og þá mætti bæta því að þetta í góðu samræmi við það sem að fjalla hér áður, nefnilega því hvernig við getum gert Reykjavík að betri borg fyrir fólk. Og ég vek enn og aftur athygli á því að í rauninni allir ráðsmenn í umhverfis- og skipulagsráði skrifuðu undir þessa bóku nema Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, niðurstöður ekkert betri þó með fara að velja þeim einhver hástemmd orð og hátíðlegt orðalag. Og það stendur að þetta algjör tilgangsleysi sem að þessi ákvörðun var tekin, og ég vil benda á það, að því ég nú stuttan tíma hér í andsvari, að hér stóðum við í borgarstjórn og ræddum lengi framlög til frístundastarfs
og lengdrar viðveru fatlaðra framhaldsskólanemenda. Það af einhverjum ástæðum virðist hafa staðið í einhverjum að veita fjármagni til þess. Og það olli óánægju, óöryggi og kvörtunum frá bæði aðstandendum og nemendum sem umræðir, fötluðum framhaldsskólanemendum. Þetta voru 47 milljónir, þeir fóru vel yfir það. 90 milljónir í 400 metra vegstúf í algjöru tilgangsleysi forkastanlegt. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég á erfitt með að trúa því að borgarfulltrúi Júlíus Vífill sé í alvörinu svo næstur. Ég held að hann sé að espa sig upp í eitthvað leikrit hérna. Mér það óskiljanlegt og ég held að það sé óhætt að segja þá að meirihluta í umhverfis- og skipulagsráði sem sagt, ég ætla ekki að gera þeim skoðanir en það ljóst að meirihluti í umhverfis- og skipulagsráði algjörlega ósammála Júlíusi Vífli og það alveg sama hvað hann notar stór orð og hvað hann fordæmir þetta og hvað hann hæðist að þessari aðgerð. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs telur að þetta sé framsækin aðgerð, nauðsynleg aðgerð og ég held að meirihluti í umhverfis- og skipulagsráði sé stoltur af þessari ákvörðun og ég held að menn muni líta tilbaka þegar þetta verður gert eftir 2, 3, 4 ár og segja þarna sýndu menn framsýni og það var gott að þetta komst í gegn. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Ég held að, forseti, ég held að borgarfulltrúinn ætti aðeins svona hlusta á það sem þetta að segja, sko. Sem sagt að af því að meirihlutin segir það að þetta sé svona, þá á ég bara að vera glaður, kátur með þetta allt saman. Og helst að segja bara ekki neitt. Það bara ekki þannig ágæti borgarfulltrúi, þannig virkar það ekki. Það stendur enn, þetta forkastanlegt, þetta óskiljanlegt, þetta forgangsröðun sem við eigum ekki að standa fyrir. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Þá hafi ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi og segi honum slitið klukkan 16:58. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.